Ég ger hvað finnst þér þessar hugmyndir og evru talað undanförnu að það sé jafnvel nauðsynlegt að fara að taka upp evruna króna sé ónýtt? Þessi umræða er búin að vera á fáránlegum nótum í mínum dómi og að hluta til á fjarstæðukenndum nótum eins og fram hefur nú komið meðal frá talsmanni Evrópusambandsins að þá er ekkert það að tala að taka hér upp evru á þessu gangi í Evrópusambandi sem er margra mánaða ferli. Og þetta tal sem að hefur komið aðalega frá Samfylkingunni undanfarnu er eingöngu til þess fallið að grafa undan gjaldmiðlinum og það er óábyrg framkoma á hálfu stjórnmálamanna. En segir það ekki um krónuna ef hún er tæp að það með ekki einu sinni tala um hana, þá fara hún á stað? Nei, það segir ekki þannig um hana. Það segir meira þá sem þannig tala. En nú hefur þetta ekki bara komið frá Samfylkingunni heldur líka frá þínum samstarfsflokki? Ég hef nú ekki skilið það þannig, nei. Hvað með yfirlýsingar Valgerðar Sverrisdóttur? Þær eru ekki með sama hætti og ég hef skilið formann Samfylkingarinnar. En er ekki ljóst að Framsóknarflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn greinir á í Evrópumálum? Það er allt önnur saga heldur en evran. Það má vel vera þessi áherslumunur milli flokkana í Evrópumálum. Það er ekki það sem hefur verið á dagskrá undanfarnu. Ég tek undir það sem formaður Framsóknarflokksins hefur sagt. Við eigum að ræða þessi mál og ganga til þeirra út frá styrkleika en ekki veikleika. En er ekki nauðsynlegt að skoða þessi mál öll eins og til dæmis ríkisfjármálin nú er óumdeilt að það eru miklar sveiflur á krónunni og menn líta gjarnan til ríkisfjármálanna það vanti þetta samspil Seðlabankans og ríkisins það sé ekki nægilegt aðhald. Þú vart að blanda hérna saman fullt af þáttum í þinni spurningu. Gerðu nú upp við því hvað þú ætlar að spyrja um? Geir, það skulle bara spyrja hreint út. Er ekki hérna krónan miklar sveiflur á krónunni vegna þess að menn hafa áhyggjur af því að þessi lausatök í ríkisfjármálunum að það sé ekki beitt náðu miklu aðhaldi, sérstaklega í ljósi þess að það eru að koma kosningar? Ef einhver hefur þá skoðun, þá er hún röng. Hvernig, af hverju er hún röng? Vegna þess að það er ekki lausatök í ríkisfjármálunum hér. Það er með málflutninga eftir með spurningar. Ég er með spurningar, ég líta mig að spyrja það, ég líta mig að leggja eitthvað upptekning spurninguna og í ljósi umræðina sem er og þú getur náttúrulega bara að svara, nei það er bara í þínu valdi, þá bara notu það þannig. Búin á því, takk að þið fyrir, fínt viðtal. En Geir, hvað mælir á móti því að við förum út í viðræður við Við erum búin að tala um það. Láttu ekki svona Geir. Af hverju má ég ekki spyrja, ég er ekkert með neinn sjónarmið hér í minni spurningu. Ég er ekkert að halda einhverju fram. Já, ég er að því. Ég er bara ósáttur við þetta. Það er gott að vita því. Að ég með ekki spyrja. Ég er bara ósáttur við svona framkomu og ég hef fullan rétt á því. Finnst þið það ekki? Ég er ósáttur við það að þú teljir að mér þegar að koma viðtal þegar þér finnst þannig að mér finnst, þú ert forsætisráðherra þjóðarinnar. Þessi ákveð ég sjálfur hvernig Já. Það er málið sko. En fyrsta spurningin þarna, hún er fyrst fullkomlega brókleg. Já, þetta er að við segjum, við látum þjóðinni vita hvaða skoðanir þú hefur svona. Það er alveg sjálfsagt. En þetta er ekki spurning um það að hafa hvaða skoðanir maður hefur, heldur að maður þurfa að svara öllu röfli sem uppkemur í þjóðfélaginu. Ef einhver maður tekur sér eitthvað orð í munn, eins og til dæmis orðið evra, að þá byrji mér að koma með eitthvað ansvar við því. Það er líkil umræði með evruna fram og það voru að hlægir að þessu. Það voru að hlægir að þessu. Það er líkil umræði með þetta fram og tilbaka og þú ert forsætisráðherra þjóðarinnar. Og það skiptir máli hvað þú segir og hvað þið finnst. Það er bara þannig. En sko, það er ekki þannig. Ég skil alveg hvað þetta segir. Ég held að manni umræðir með þessum hætti. Nei, en samt sem áður, fyrst, það var oft þannig að á endanum þurfum við að heyra í þér. Þú ert einfaldlega og þú ert stjórnarlega ríkisstjórn. Og þegar málinu er búin að vera í umræðinu í marga daga, þá viljum við heyra í þér. En er þetta klára þetta? Já, er ekki reynd að byrja fyrst á því bara.